Hingað er komin eins og ég lofaði Geir Haarde, forsætisráðherra. Velkomin Geir. Við ætlum að fara yfir svona nokkur mál sem hafa verið í umræðunni að undanförnu. Ég ætla reynda bara að byrja á því að spila fyrir því smá bút úr þáttunum í vikulokunum hjá honum Halldóri í gær. Já, ég mista því og Bjarni Ben var að vinna í öðru í gær. Skulum heyra það. Engum blöðum það að fletta að það eru margir sjálfstæðismenn óánægðir með það hvað hefur verið að gerast á þessum vettvangi undanfarið. Og það kann vel að vera að það mælist í skoðanakönnun núna. Ég hef ekki áhyggjur af því til lengri tíma. Hafa verið aðrar skoðanakannanir nýlegar sem hafa sýnt mjög sterka stöðu Sjálfstæðisflokksins, þannig að ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur af því. Ég held að almennt svona mál þá með ég segja að þau þurfa að leysast hratt. Ég held að hver dagur skiptir máli í því samhengi og það er allavega líka mitt persónulega mat að þetta er ekki mál sem að er að þeim toga að það getur bara hangið og beðið svo vikum skiptir. Það finnst mér ekki. Ég hefði viljað hafa séð lausn á þeim nú þegar fyrir mitt leyti. En ég skil það vel að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja gefa oddvita sínum svigrúm, oddviti sjálfstæðismann í borginni. Þegar að honum er sótt, hann velti fyrir sér hvernig hann eigi að taka á því máli. Og við þær kringumstæður þá hefði maður haldið að þeir sem að næst honum standa og starfa þéttast með honum, það var á þeim tímapunkti sem þeir ætla að lýsa yfir óskoruðu trausti á hans leiðtogastöðu í borginni og hæfileikum hans til þess að taka við sem borgarstjóri á næsta ári. En svo yfirlýsingi hefur ekki komið. Nei. Og fyrir mér jafngildi það nánast vantrausti. Þetta sagði Bjarni í vikulokunum í gær. Illugi var nú hérna áðan hjá mér Gunnarsson, hann var nú að segja svona efnislega eiginlega það sama, að það þyrfti að leysa þessi mál útkljáðu strax. Hvað segir það Geir? Sko, auðvitað er best að svona að málum ljúki sem fyrst. Það liggur alveg fyrir. Það er alltaf þannig með mál af þessu tagi. Óvissan skapar erfiðleika. En oddviti sjálfstæðismann í borgarstjórn, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, sem hefur verið þar einn af helstu okkar forystumönnum með mjög langt árabil, hefur óskað eftir því að fá ákveðinn tíma til að fara yfir sín mál og það er bara eðlilegt og við höfum að veita honum það svigrúm. Fyrst að hann biður það. En hvað hefur hann langan tíma? Já, það er svo ómögulegt að segja. Það er auðvitað huglægt mat sem kannski ræður því, en ég myndi segja og byggja það nú á samtölum sem ég hef átt við hann, að ákvörðunum þetta myndi liggja fyrir kannski innan viku eða svo. En og þetta tala viku? Já, í næstu viku? Ég tel að það væri mjög æskilegt að ljúka þessu í þeirri viku sem nú er að hefjast. Hann verður auðvitað að kveða endalega upp úr með það. Eins og ég segi við höfum talað heilmikið saman og ég veit vel að fyrir honum vakir það eitt að taka ákvörðun sem að verður í þágu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og borgarbúa. Og ekki gleyma því hvað Vilhjálmur hefur unnið mikið og gott starf á þessum vettvangi í mörg ár. En hann nýtur ekki trausts borgarbúa. Það hafa orðið hér ákveðnir erfiðleikar á þessum vetri sem byrjuðu núna í októbermánuði. Borgarstjórnar meirihlutinn þá sprakk vegna þess að borgarfulltrúi Framsóknarflokksins ákvað að yfirgefa meirihlutann. Vilhjálmur vann þá það afrek, vil ég segja, að geta myndað nýjan meirihluta núna eftir áramótin. Og það er náttúrulega lykilatriði að skemma ekki fyrir starfsumhverfi þessa meirihluta og að borgarfulltrúarnir allt þetta kjörtímabil skili sínum verkum þannig að það sé fullur sómi af því. En finnst þér ekki samt tíman að tákna að samstarfsmenn þessi borgarstjórn hafa ekki getað lýst yfir eindregnum stuðningi við hann eins og Bjarni Ben reyndar að segja og Illugi hérna áðan að... Já, það er bara, hann opnar þetta mál með þeim hætti núna á síðastliðinn mánudag að hann vilji fá umhugsunarfrest. Og þá eru bara allir á svona í biðstöðu. Þetta er biðleikur sem hann leikur þarna. Ég er ekkert í vafa það að ef hans ákvörðun verður svo að halda áfram þá standa menn með sínum forystumanni. En þú vilt fá svar í næstu viku? Ég vil fá svar sem fyrst. Og ef það getur gerst í vikunni núna þá held ég að það væri mjög gott. En styður þú Vilhjálm sjálfur? Ég hef alltaf stutt Vilhjálm og vil styðja hann í gegnum þetta erfiðleika tímabil sem að hann er núna að fara í gegnum. Eins og ég segi, ég tel að hans niðurstaða verði svo sem hann metur hagstæðasta fyrir borgin og flokkina. Ég mun styðja hana. En styður hann til að vera borgarstjóri? Sko, ef hann tekur það á ákvörðun, þá munum við að sjálfsögðu öll... Þú munt sætta þig við það ef Vilhjálmur... Þá munum við bakka hann upp og flokkurinn mun gera það. Flokkurinn stendur á bak við sína forystumenn. En þú ert ekki að þrýsta á hann að hætta? Ég vil ekkert láta upp það hvað við erum að tala saman Ég hef ekki þrýst neitt sérstaklega á hann. En ég hef gert honum grein fyrir því hvaða hræringar í gangi hérna í borginni. Hann veit vel af því sjálfur. En hefur það ekki skaðað Sjálfstæðisflokkinn líka
að rauninni afsala sér borgarstjórnarstólnum, gera mjög veikan stjórnmálamann og þá ég veikan varðandi fylgi og svona pólitíska stöðu eins og Ólaf F. Magnússon að borgarstjóra. Það má vel vera að þetta hefði skaðað okkur eitthvað tímabundið. Kannanir bera það með sér þegar kemur að borgarmálum hér. En við höfum alla möguleika og burði til þess að vinna okkur upp úr því. Ég treysti borgarfulltrúunum okkar til þess. Þau verða að standa saman, þétt saman hvern þann sem verður oddviti þessum eftir kjörtímabilsins. Hvort sem Vilhjálmur hættir eða ekki. En ef Vilhjálmur hættir, hvar finnst þér að leita að borgarstjóraefni oddvita innan flokksins, innan borgarstjórnarflokksins? Sko, ég vil nú helst ekki ræða mikið þetta meðan að þetta mál ekki útkljáð. En þetta eðlilegast að sá aðili koma úr hópi borgarfulltrúanna. Það er svona það venjulega. Já, þú telur sem sagt að það þá að horfa til, hugsanlega prófkjörsins eins og það fór í síðasta prófkjörs. Já, eins og ég sagði við, já, kannski væri það nærtækast að listin flyttist bara upp og að einstaklingurinn í öðru sæti tæki við, en á móti eru þau rök að svo sem í 3. sæti, hann sóttist eftir 1. sætinu, fékk að vísu ekki, en fékk mörg atkvæði í 1. sæti. Aðalatrið er það að ef ekki samstaða í þessum hópi, þá verður hann að greiða atkvæði það innan sinna raða það hverja að taka við. Já. Og auðvitað væri nú æskilegast að fólk kæmi sér nú saman þetta. Þetta er allt fullorðið fólk með mikla reynslu í pólitík. En þetta er ákveðin hópur, 14 manns sem borgarstjórnarflokkurinn sem fer með þetta mál. Ástandið í borginni, það hefur augljóslega smitast yfir í flokkin. Maður finnur það ókyrrð í Sjálfstæðisflokknum, miklu meira ókyrrð en hefur verið. Og menn er að tala Geir, að þú sért hikandi formaður og þú hefur átt að vera búin að taka á skarið fyrir lifandslöngu. Hvers vegna býður þú svona lengi? Ertu svona í eðliðinu eða áttu ekki að vera meira afgerandi? Sko, ég vil ekki taka fram fyrir hendurnar á mínum gamla vini og félagi í þessu máli, Vilhjálmur, vegna þess að ég veit að hann er að leita að bestu niðurstöðunni. Hann fór vel yfir þetta á sínum blaðamannafundi á mánudaginn var og yfir þau vandamál sem að hann telur sig þurfa að yfirstíga ef hann ætlar að komast heilskilna út úr þessu. Já, blaðamannafundur veikti nú stöðan seldi enn. Sennilega gerði hann það, já. Og þetta er þá það sem hann er að takast á við. Það eru auðvitað eins og alltaf þegar að margir hæfir einstaklingar koma saman í borgarstjórn eins og í borgarstjórnarflokknum álita mál það hver getur orðið eftirmaður ef til þess kemur. En þetta er bara næsta mál á dagskrá eftir að niðurstaða hans er fengin. En ert þú ekki að nálgast þetta ómikið eins og bara embættismaður, ekki sem stjórnmálafóringi? Þarf stjórnmálafóringi ekki einhvern tímann að taka af skarið? Menn segja Davíð hefði verið búinn að klára þetta mál. Það er eitthvað ekki hægt að spyrja þeirra spurningar, sko, en mér finnst eðlilegt eftir allt það sem hann Vilhjálmur hefur gert fyrir Sjálfstæðisflokkinn hér í Reykjavík að honum sé sýnt tillitssemi í þessu máli. Jafnvel þó hann sé að skaða flokkinn? Það er bara tímabundið ástand. Nú heldur það? Já. Skoðanakannanir, eins og ég tók nú fram áðan, þá er þetta er ekki bestu skoðanakannanir, þetta er ekki þeir sem að maður tekur mest mark á, en það sýna samt að fylgið er að reka frá Sjálfstæðisflokknum til Samfylkingarinnar. Hefur ekki einhver áhyggjur af því? Sko, ég er nú ekki einn af þeim sem sveiflast með skoðanakönnunum og haga mér ekki í mínu pólitíska starfi á grundvelli þeirra. En auðvitað eru þær ákveðin vísbending, það er forvitnilegt að fylgjast með þeim og maður gerir það náttúrulega. En sko, meðan maður veit hvað maður er að gera, hvert maður er að fara og hvaða mál er í gangi, þá getur maður ekki látið kannanir hrekja sig að leið. Við höfum orðið hér fyrir ákveðinu áfalli í bænum, hérna í Reykjavík. Það eru greinilega að skemma fyrir okkur í bili. Ef að það spilast verið úr því máli eins og ég ger mér nú fullar vonir þá mun þetta breytast á nýjan leik vegna þess að við erum að vinna okkur traust og fylgi með þeim ábyrgu störfum sem við erum að vinna. Það segjum að Vilhjálmur sitji áfram Ólafur F. borgarstjóri í heilt ári viðbútt, þá sér maður ekki að sjálfsflokkurinn sé að vinna sinni mikið traust. Já, þú sér það ekki, við sjáum hvað sér. Já, þetta er nú það sem maður verður að heyra og mér finnst sjálfstæðismenn vera óvinnur hreinskilnir í samtölum þessi dagana, því að flokkurinn er vanur að standa mjög vel saman en maður finnur sko brestina. Það myndi ég nú ekki segja. Manst þú eftir því hvernig ástandið var í þingflokki Sjálfstæðismanna á fyrsta kjörtíðanbili Davíðs Oddssonar 1995 þegar við vorum í samstjórn við Alþýðuflokknum. Það voru 4-5 þingmenn sem voru svona nánast í hverju málun á fætur öðru að gera okkur hinum erfitt fyrir.
menn lögðust þarna gegn EES-samningnum, greiddu honum atkvæði gegn honum og það var í fleiri málum sem það var þarna mjög erfitt ástand. Þetta gleymist bara. Og það það sem ég er að segja þér. Við erum að gangi í gegnum núna ákveðna erfiðleika, eitthvað tímabil og svo þegar við erum komin áfram lengra inn í kjörtímabilið, þá verður þetta gleymt. Þú óttast ekki að þú sést að mista tökin? Nei, ég óttast ekki. Ég hef mjög góðan stuðning innan þingflokksins og ég finn ekki annað innan flokksins. Ég fekk 97% á síðasta landsfundi, Þorgerður Katrín fekk rúmlega 90%, svo menn að tala um að sé einhverju armar fylkingar gegn því fólki sem er með þetta mikla fylki. Það þá mögulega litlir og smáir armar. En svo náttúrulega spurningin, sko, Morgunblaðið hefur nú sérstaklega verið að gagnrýna Sjálfstæðisflokkinn og ykkur fyrir þetta, samstarf við Samfylkinguna. Þetta náttúrulega, sko, þér þið seint fyrir ekki við það Geir, ef þú tekur Samfylkingunni í ríkisstjórn og hún verður síðan fylgismeiri en Sjálfstæðisflokkur. Já, það stendur nú ekki til heldur, sko. Og Stakksíðinar í einni sinni útleggingu á frægum SMS-skeytum þá segir Stakksíðinar að flokkurinn sé fastur í banvænu faðmlagi. Já, hann Stakksíðinar blessaður ennum tóldið skrítinn. Sko, það eins og þeir sem þarna skrifa, sko, óski þess helst að Sjálfstæðisflokkurinn lendi í vandræðum vegna þess að það var farið út í stjórnarsamstarf sem var ekki Morgunblaðinu að skapi. Ég get bara ekki sætt mig við eitthvað svona, sko. Ég þarf ekki að skrifta fyrir höfundi Stakksíðin eða Morgunblaðinu fyrir mínar pólitísku gjörðir. Við fórum út í stjórnarsamstarf sem var þjóðinni fyrir bestu við þær aðstæður sem að sköpuðust eftir kosningar. Sjáðu hvað að gerast núna á fjármálamörkuðum og svona þessi utanakomandi efnahagsáhrif sem að hafa hér heilmikil impact með heilmikil áhrif okkur. Heldur það sé ekki munur að vera með öflugan þingmeirihluta til þess að takast á við þessi vandamál, heldur en að lafa á einum þingmanni eins og var til að Morgunblaðsins og krafa í vor. Þeir sáðu það er ekkit vanbúnaði að mynda ríkisstjórn með Framsókn og einum manni. Sá eini maður var búinn að koma hérna í þáttinn hjá þér daginn eftir kosningar og segist ekki vilja svona stjórnarsamstarf og það gátu verið veikleikar í báðum flokkum. Þetta bara gekk ekki. Og stjórnarsamstarf með Vinstri grænum hefði orðið kyrrstöðustjórn. Það hefði kannski verið svona reikningsfræðilega rétt eða hægt að fara út í það. En málefnagrundvöllurinn var bara ekki nógu traustur fyrir slíku og þess vegna var þetta niðurstaðan. Og þetta að ganga mjög vel, bara sorry ef að þér finnst það vont. Þú telur að þetta sé góð stjórn og þið líður vel í henni? Þetta gengur mjög vel og mér líður vel í henni og samstarfið við forystumennina í Samfylkingunni gengur vel. Við erum núna þennan síðasta sólarhring búin að vera að vinna í að ganga frá yfirlýsingu í sambandi við kjarasamningana. Við getum vonandi klárað það mál í dag. Þar höfum við sátum nú allan daginn í gær langt fram á kvöld í að vinna við þetta. Og sko ef að það mál kemst í höfn eins og allir hljóta nú að vona, vinnumarkaðsaðilarnir sjálfir eru búin að ljúka sínum þáttum innbyrðis, þá var náttúrulega búið að tryggja hér stöðuleika á vinnumarkaði allavega næsta árið og vonandi næstu 3 ári. Mér skilst það sé bara verið að hreinrita samningana milli. Mér er sagt að það sé bara allt komið. Og það beðið eftir ykkur? Já, okkar yfirlýsing er tilbúin. Við erum bara eftir að ganga frá svona ákveðnum hlutum áður við afhendum hann. Hún er auðvitað einhliða yfirlýsing á okkar hálfu. Já, þannig þið eru ekki til Nei, við höfum auðvitað tekið þeirra kröfur vegið og metið hvað er þarna og hvað passar við okkar stefnuyfirlýsingu og kannski á einstaka stað tekst okkur svona verulega til móts við sjónarmið bæði vinnuveitenda og verkalýðshreyfingar. Hvað eru það að gefa þér? Sko við erum þarna með skattabreitingar, bæði sem lúta að einstaklingum og fyrirtækjum. Við erum að hækka persónuafsláttinn meira heldur en nemur því sem lögin gera ráð fyrir. Við erum með mikla hækkun barnabóta, við erum að hækka eignamörkin, þar að segja viðmiðunina gagnvart vaxtabótum. Við erum með breytingar á skattlagningu fyrirtækja inn í þessu. Þetta eru allt hlutir sem við viljum gera og svo er þetta bara spurning hvað er hægt að teygja sér langt gagnvart hverju atriði. Svo er þarna atriði í húsnæðismálum, starfsmenntamálum og ýmis önnur atriði sem lútað hinn og þessu sem upp hefur komið í okkar samtölum. En það er svona hækkaður persónuafsláttur meira en var gert ráð fyrir í Það er hugmyndin. Og svo lækka skattar á fyrirtæki. Já. Það er líka meiningin. Getur þú nefnt einhverjar prósentur? Já, það hefur náttúrulega komið fram að margir telja skynsamlegt og ég líka og við erum inn á því að það verður rétt að fara með fyrirtækja skattlagningun úr átjónu 15. Ekki vegna þess að það sé hugsað til þess að hygla einhverju sérstökum fyrirtækjum. Við teljum að til lengri tíma sé þetta tekjuöflun en ekki tekjutap. Og ef menn að hugsa að búa hér til umhverfi sem getur skapað einstaklingunum og launamönnum hagstætt og gott
góð lífskjör, að þá var það fyrirtækin að geta blómstrað. Og svo hækkun á persónuafslætti fyrir láglauna. Já, og barnabótum og vaxtabótum. Já. Fyrir utan önnur atriði sem þarna eru. Og þetta sem sagt ykkar, það sem þið leggið fram og þetta bara það sem þið ákveðið og það ekkert... Nei, þetta byggir auðvitað á samtölum við þetta fólk og ég vil nú bara segja það að við höfum átt mjög gott samstarf við þess aðila. Mér hefur líka mjög vel reyndar lengi að vinna með forystumönnum Alþýðusambandsins, samræðsegjum forystumenn atvinnurekenda og þetta fólk hefur allt bara það markmið að reyna að gera ábyrga kjarasamninga sem geta staðist, setja ekki efnahagslífið á hliðina en verða til þess að verðbólga minnki og það sé hægt að setja hér í gang vaxtalækkanarferli. Já, vaxtalækkanarferli. Seðlabankinn lækkaði ekki vexti núna í vikunni og ég meina, voru það ekki bara sár vonbrigði? Það nú sjálfsagt eftir hvernig á það lítið, þetta hefði maður gjarnan viljað það að það hefði gerst. En við þurfum bara að athuga að bankinn í þröngri stöðu með umhverfi sem hann starfar innan og getur ekki hlaupið eftir því sem menn að segja í blöðum eða að kalla á torgum eða í svona þáttum. Ég held hins vegar að það sé núna þannig umleikis í okkar efnahagsmálum að það hljóta styttast mjög í það að vextir fara að lækka hér. Hlutirnir hafa verið að breytast mjög hratt. Já. Og það sem við erum að horfa upp á núna mikið til komið vegna ábyrgðarleysis í lána- og bankamálum vestur í Bandaríkjunum. Þetta hefur allt áhrif allan heim vegna þess að við erum með opið og alþjóðavætt hagkerfi. Ég fór yfir þetta í ræðu minni á viðskiptaþinginu núna daginn. Ég veit að þú örugglega hlustað á hana. Með andakt. Allavega, það má ekki gleyma þessu að við erum opið núna fyrir vindum utan úr heimi hvað allt þetta varðar. Og þetta hefur haft svona snögg áhrif. Þetta hefur haft áhrif á bankakerfið okkar varðandi skuldatryggingarálögin svokölluðu sem gera þeim erfitt vik og það erfitt að afla sér nýs lausafjár og þá verðum við hérna innanlands að náttúrulega reyna að hugsa upp á nýtt hvernig við getum brugðist við. Ég fundaði með bankastjórunum í vikunni, það var ljómandi fínn fundur. Hann var líka hugsað til þess að sýna samstöðu þessara aðila við þessar nýju aðstæður. Og svo höfum við verið að funda með atvinnurekendum og alþjóðasambandi. Hvernig getur ríkið reagerað á þetta? Ég meina, Jón Ásgeir kemur í viðtal og fyrir helgi og hann segir að bankarnir standi bara ennþá verri talið þeir og skuldatryggingarálagið sé svo hátt að það taki eiginlega við því þessu gjaldþrota. Já, þetta nú kannski ódjúpt í áruna tekið. Hann nú stærsti eigandi. Já, menn verður nú að gæta sín samt hvað þeir segja, en það sem náttúrulega sannleikurinn í þessu að þetta alveg grafalvarlegt mál. Og bankarnir hafa í gegnum árin notið góðs af því að lánsfé hefur legið á laus út í heimi á mjög hagstæðum kjörum. Og þeir hafa tekið lán í heildsölu sem þeir kalla og verið að lána þó í smásölu hérna bæði innanlands og annar staðar. Og þetta byggir þá að því að menn geti endurfjármagna þessi heildsölulán. Og ef að þrengist á þeim markaði þá segir sér sjálft að það hefur áhrif á almenna markaðinn og mér sagt að bankarnir séu núna mjög að bremsa allar lánveitingar hérna innanlands. Það mun hafa mjög, afleiðingar mjög skarpar leið og fyrir að finnast fyrir því. Og þetta þarf alltaf að skoða í samhengi við síðan okkar peningamarkaðsumhverfi að öðru leyti og starfsskilyrði atvinnuvegana. Það mun auðvitað hjálpa bönkunum ef okkur tekst að lækka skatt á fyrirtækjum. Og Seðlabankinn daginn breytti reglum endurhverfi viðskipti til þess að koma til móts við þeirra lausafjárþörf. Það þarf að hugsa upp öll svona atriði sem geta komið orðið að gagni í þessu. Bankarnir hérna var náttúrulega gengið með hratt gleðina dyr. Ég meina þeir hafa allir verið í þessum samrunnum og yfirtökum og hlutabréfakaupum. Þeir hafa verið djarfir. Bara business modelinu sem þeir gerðu út á bara beinlínis ógnað. Já, þeir hafa verið mjög djarfir, sem segja kaldir í því sem þeir hafa verið að gera, en þetta hefur heppnast mjög vel til þessa. Og ef menn líta bara á grunnstærðirnar í efnahag og rekstri bankana, þá eru þær mjög góðar. Þess vegna þetta óskiljanlegt hvað þetta skuldatryggingarálag er hátt og farið að smita yfir á ríki sem nú ekki einu svona taka neinn lán. Þannig að menn að virðast vera út á markaðanum að lýsa ákveðnu vantrausti á þetta módel. Meta þetta bara svona. Á þetta módel sem þeir hafa notað og það náttúrulega, eins og ég segi þetta afleiðing af aðstæðum út í heimi sem við höfum ekkert með að gera. Þar voru menn að gera það sem þeir ekki gera í bankastarfsemi, lána fólki sem þeir vissu að myndi aldrei geta borgað tilbaka. Það alveg ömurleg lánastarfsemi. Og það var það sem gerðist þarna í þessum undirmálslánum í Bandaríkjunum. En nú getum sagt að bankabólan sé nokkurn veginn sprungin, eða hafi hjaðnað mjög. Fasteignabólan sé við það að springa.
samdráttur í sjávarútvegi, er þá ekki bara staðreynd að við Íslendingar stöndum bara fram fyrir mjög erfiðum tímum í efnahagsmálum? Sko, við stöndum auðvitað frammi fyrir nýjum áskorunum. Það er alveg ljóst að það er nú kannski fastegna bólan ekki sprungið, það er að hægjast á fastegnamarkaði, það kannski máttu nú eitthvað í þá áttuna að gerast og kannski verður verðhjöðnun að einhverju marki þar. En bankarnir eru náttúrulega komnir inn í nýtt umhverfi og þeir verða, og ég veit að þeir eru að taka til í eigin ranni hvað það varðar. Þeir verða auðvitað að reyna að hagræða og koma til móts við þessar breyttu aðstæður. Og síðan nefndirðu þarna sjávarútveginn, já. Sko, það var nú ein fyrsta ákvörðun sem að nýja ríkisstjórnin tók í sumar, að fara eftir tillögum Hafrannsóknastofnunar varðandi þorskkvóta. Það mætti nú gagnrýni hjá ýmsum, meðal annars okkar ágætu vinum í Framsókn. VG reyndar gagnrýndi það nú ekki, en hinir og þessir hafa gert það, og LÍU vildi ekki ganga svona langt og svo framvegis. Við hugsuðum okkur, ef einhver tímann er svigrúm til að gera þetta, fara að þessum tillögum, þá er það núna þegar allt hefur gengið svona vel í efnahagsmálum. Og það er vegna þess að við þurfum auðvitað að byggja upp þennan stofn, sem er svona mikilvægur fyrir okkur, og það er það sem við erum núna að gera. Svo koma náttúrulega ný ótíðindi inn í þetta núna, eins og með loðnuna, og svo verðum við þá að endurmeta þetta í vor. Sem betur fer að þá hefur verið skotið þannig fleiri og styrkari stoðum undir efnahagslífið að þorskurinn er ekki lengur jafn mikilvægur og hann var. Þá var vissulega skipta. En við reyndum okkur svo mikið á bankana hérna tíma og ég meina, getur þú, erum við ekki beinleiðis að horfa fram á kreppu? Nei, við erum ekki að horfa fram á kreppu. Þú getur fullyrt að það stefni ekki kreppu? Ég tel ekki að svo sé með það sem nú liggur fyrir. En það er auðvitað minni hagvöxtur hjá okkur. Það er eitt af því sem við vorum reynda búin að spá í kjölfari þess að stóriðu framkvæmdir fyrir austan myndi ljúka. Við vorum alltaf með það inn í okkar líkonum. Þess vegna settum við inn fyrir fjárlaga árið 2008 meiri opinbera framkvæmdir heldur en áður. Og þeir sem líta á þetta svona og hugsuðu ekki málið voru að gagnrýna þetta. Það var gert til dæmis í þinginu, en þetta eru vegaframkvæmdir og þetta er fleira sem að skiptir svo líka miklu máli við að byggja upp almennilega svona innviði í þjóðfélaginu og mun skila sér á miklu lengri tíma. En erum við, sem sagt, ég meina, hverjar eru þá horfurnar? Ég meina, eins og ég segi, það er allar breyturnar eru neikvæðar núna. Allar breyturnar sem við höfum. Þorskurinn, bankarnir, það er eiginlega allar breytur neikvæðar nema hugsalega álið. Já, framleiðslan gengur mjög vel á Íslandi vegna þess að álverð er hátt og verksmiðjurnar eru að fá miklar tekjur og þar af leiðandi eru raforkusalarnir að fá miklar tekjur því að þetta tengist saman. Ég sá nú einhvers staðar í blaði bara Norðurál hérna upp á Grundartanga var orðið skuldlaust haft eftir forstjóranum. En þetta er nú ekki þannig að það sé allt neikvætt. Við notuðum auðvitað ávinningin á síðustu árum til að búa í haginn. Ríkissjóður má heita skuldlaus. Það þýðir það að hann getur tekið á sig töluverð áföll. Bankarnir standa auðvitað vel í grunninn og þeir hafa staðist þessi svokölluðu álagspróf sem Fjármálaeftirlitið hefur að leggja fyrir þá. Jóna Ásgeir segir að þessi svo gott gjaldþrota. Þetta er nú bara samt þannig að Fjármálaeftirlitið fylgist með þeim og metur ef að þetta gerist svona, hvað gerist þá í bönkunum. Þeir fljúga í gegnum þetta allt. Svo erum við með lífeyrissjóðakerfi sem er öðrum þjóðum til mikillar fyrirmyndar og reyndar öfundar sumstaðar. Men botna ekkert í því hvernig okkur hefur tekist að byggja upp þetta lífeyrissjóðakerfi sem er mjög öflugt. Þetta er allt svona ákveðni grunnþættir í starfseminni hér sem meðal annars hafa orðið til þess að fyrirtæki eins og Moody's sem metur lánshæfi ríkja gefur okkur svona há einhvern, við erum þar í hæsta flokki. En þarf ekki að koma til þess að koma efnahagskerfinu aftur á ferð, þurfum ekki að koma til hlutir eins og aukin verðmætasköpun? Jú, auðvitað. Og þar kemur til dæmis inn stóriðja? Já, hún getur verið auðvitað þáttur í því. Og ég heyrði nú hér áðan og þú varst að spyrja þau hin að því sem gæti verið framundan í þeim efnum. Og ég hef aldrei dregið dul á mína skoðun í því og talaði mikið um það fyrir kosningarnar. En aðalatrið er nú þetta hvort það er byggt álver í segjum Helguvík, það er fyrst og fremst viðskipta ákvörðun fyrirtækisins ef að það uppfyllir öll þau skilyrði sem settur á opinberum aðilum. Þeir segjast geta verið tilbúnir eftir mánuð. Já, ég veit nú ekki hvort að það er rétt, en þeir þurfa náttúrulega að afla sér orkunar. Þeir þurfa að hafa tilskilin leyfi frá sveitarfélaginu, þeir þurfa að vera með allt á hreinu varðandi umhverfismat og þá þætti. Og nú ef þeir eru með þetta allt á hendinni, þá þurfa þeir bara að fá framkvæmdaleyfi og geta farið af stað.
Og ertu hlynntur þeirri framkvæmd? Ég tel að sú framkvæmd geti orðið mjög til góðs og hún getur hjálpað okkur í gegnum þessa erfiðleika. En ég ætla ekki að taka mér það vald hér að segja annað hvort já eða nei við því. Ég hef ekki það vald. Það búið að breyta kerfinu. En mun samstarfsflokkurinn ríkisstjórn, er hann sömu skoðun? Ég held bara að þau hafi sömu afstöðu þessu leið til. Ég hlustaði á utanríkisráðherra í sjónvarpinu í fyrrakvöld þar sem hún sagði að þetta fyrirtæki hefur ákveðna réttarstöðu og náttúrulega verður óperir innan ramma þeirra regna og laga sem gildu þetta, en það á líka við stjórnvöldin, sko. Það hefur verið sett þetta ákveðin lagafyrirmæli sem allir verða að fara eftir. En þú telur sem sagt að það sé ekkert fráleitt hugmynd að við erum að fara inn í öldudal að við lækkum dyrsta hlutanón með því að fara í þessa stóriðjuframkvæmd? Nei, ég tel að það geta mörguleiti verið mjög heppilegt og eins með Bakka sem nú seinna á ferðinni, sko, vegna þess að það ekki jafn langt komið þar að afla orkunar og finna hana og svo framvegis. Ég tel að álver á Bakka gæti skipt sköpum fyrir atvinnuþróun á Norðausturlandi og svæðinu þarna í kringum Húsavík og Norðausturhornið. Og en eins og ég segi, það þá eftir sem áður það Alcoa og þessar opinberu stofnanir sem fjalla leyfi og þess háttar sveitarfélögin að semst finna niðurstöðuna. Vaxtalækkun er náttúrulega önnur aðferð til þess að koma ýta hjólum efnahagslífsins í gang. Hún hefur reyndar á Íslandi þann ókost að hún geti leitt til þess að gengi krónuna færi að falla að sér hratt. En er hugsanlegt að menn ráðist í það að breyta peningamálastefnu Seðlabankans? Ég get nú ekki... Þið hafið valdið þess, náttúrulega. Við náttúrulega stjórnarmeirihlutin og Alþingi getur breytt lögum ef því að skipta. Sko, núverandi skipan var komið á fyrir ekkert mjög löngu síðan, 2001. Og það var kannski alveg á mörkunum að hægt sé að segja að þessi komið nægilega reynsla á þetta kerfi, því að... Þorsteinn Pálsson telur það í Fréttablaðinu í dag? Já. Þessari tilraun sé eiginlega bara lokið? Já, ég ekki kannski alveg sammála því, en sko við náttúrulega íhugum þetta allt og förum yfir þessa hluti í jöfnum höndum. Þetta náttúrulega þannig að öllum lögum má breyta. Þú varst að spyrja hérna þannig orkufrumvarpið sem að þú spurði þau hérna hinn. Sko, það auðvitað þannig með þau að það verið hugmyndin að setja í lög ákveðna reglur. En það eru lagareglur og það alltaf að breyta þeim með öðrum lögum. Jú, mikilvægt, sko, en varðandi það er náttúrulega Seðlabankinn með þessa háu vexti er bara að vinna samkvæmt markmiði sem er í ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta byggist á lögum bankann og þetta byggist á samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og bankans sem var gert skömmu eftir að lögum voru sett 2001. Og bankinn hefur túlkað sitt umboð og sitt hlutverk á grundvelli þessara reglna með þeim hætti sem við sjáum. Þeir eru þarna með ákveðið efnahagslíkan sem þeir fara eftir. Þeim ber að sporna við þenslunni og gera það sem þeir geta til að tryggja það að verðbólgan fari niður. Það er sameiginlegt markmið okkar. Kjarasamningarnir sem vonandi kom í dag, efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar og allt þetta stefnir að því sama marki. Að draga niður verðbólguna og svo þetta líka minnka viðskiptahalla sem nú að gerast sjálfkrafa núna. Að lokum, Geir, þú ert að fara í heimsókn til Brussel, er það ekki? Jú, eftir viku. Mér skilst að þú ætlar að hitta stækkunarstjóra Evrópusambandsins. Sko, ég ætla nú að eiga þarna mjög marga fundi á 2 dögum. Ég var nú að hitta bæði forsætisráðherra Belgíu og Luxemborgar, framkvæmdastjóra NATO og síðan alla helstu gæjana í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Barroso, sem er formaður, og svo 4 til viðbótar sem fara með utanríkismál, varnarmál og reyndar stækkun og gjaldmiðilsmál. Þú ætlar að hitta Olli Rehn? Olli Rehn og Almunia og Solana og fleiri. Mér finnst það bara mjög eðlilegt. Við erum í mjög góðu samstarfi við þessa aðila og viljum ekkert spilla því. En ætlar að spyrja hvort það sé að taka upp evruna á þess að gangi Evrópusambandið? Við vitum svarið við því. En þú ætlar ekki að nefna það við þá samt? Nei, ég ger ekki ráð fyrir að ég muni nefna það í nefnið alvöru. Sko, þetta var nú verið rætt á viðskiptaþinginu daginn og ég held að almenna niðurstaðan hafi verið svo sem að ég sagði í minni ræðu. Þetta er ekki kostur, vegna þess að þetta er líka, þó þetta sé fræðilega hægt, það er hægt að fara og kaupa sér evruseðla fyrir dollara og setja það í umferð. En það gerir ekki nokkuð helvita ríki á sama sem er jafn þróað og við. Fyrir utan það kom þarna nefnilega fram að það er gert í mikillega andstöðu, pólitískri andstöðu við Evrópusambandið sem vill ekki hafa það að menn sé að þröngva sér bakdyrtarinn í þetta samstarf þegar þeim stendur leiðin framtíðar. En ætlar að spyrja þá mögulega aðild Íslands? Ég hef ekki sérstaklega vonað því, kannski að þeir spyrja mig að því. Já, sem við segja að þegar við förum að segja með Evrópusambandið þá verið aðal vandamálið ef menn setja þess að samningaborðið eitthvað morgunum hvað ég gerir til hádegi.
Já, en sko það kom nú fram þarna að á viðskiptaþinginu ef við myndum nú gangið í Evrópusambandið eftir einhver ár og þá myndu líða einhver ár endi viðbótar áður en við getum gengið inn í myntbandalagið því það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, þetta tekur allt tíma. Það kom mjög skýrt fram. Þá fengi íslenski seðlabankastjórinn sæti við borð seðlabankastjórana í Evrópska seðlabankaráðinu. Það risastórt borð, þar sitja margir valdamiklir menn. Hvað heldur þú að íslenski seðlabankastjórinn Davíð eða hver sem það yrði hefði mikil áhrif við þetta borð? Ég veit það ekki. Nei, hann hefði ekki mikil áhrif. Viðskiptabjörn Bjarnason, Bjarnason fær að sitja í ráðherraráðinu gegnum Schengen-samstarfi. Jú, það er annar mál. En sko, við skulum bara gera okkur grein fyrir staðreyndunum. Sko, það yrði ekki hlustað á Ísland með 300.000 manns í það sem eru 300 milljónir manna, 350 milljónir manna og verða að hugsa hagsmuni allra hinna. Og það sem að efnahagsveiflan á meginlandinu er kannski og venjulega allt önnur heldur hún hjá okkur. Sko, þetta er ekki raunhæft mál eins og þetta dæmi er núna vaxið. En við höfum líka alltaf sagt, við erum opin fyrir því sem gerist í... Er Þórðarsson fjölskyldan að taka yfir Sjálfstæðisflokkinn, Geir? Útskýrðu málið. Já, kona mín er Þórðardóttir. Kona þín og fóstursonur þinn og kærastan hans og bestu vinur hans. Talaðu að það sé komin þarna svona einhvern ný klíka sem er búin að taka yfir Valhöll og Flokkin. Þetta er voðalega skrítin umræða, sko. Sumt af því sem verður að tala þarna er nú bara kjörin embætti. Borgar, stjúpsonur minn, bauð sig fram til að vera formaður SÚS og hann var kosinn. Ég hafði ekkert með það að gera. Inga Jóna, konar mín, er ekki í neinum verkefnum á vegum Sjálfstæðisflokksins núna. Ég reyndar varð til þess að hún hætti afskiptum af stjórnmálum. Hún hefði getað búið sér til, held ég, mjög farsælan stjórnmálaferil, ef ekki verið ég að þvælast fyrir henni. Nú þetta er nú það helsta, þú nefndir vini Borgars. Andra og Þórlindur Kjartansson. Vinur hans er, ágætu vinur hans er framkvæmdastjóri flokksins. Og annar formaður SÍS. Já, það var kosinn í það, ég bara get ekki að því gert. En ég gerði tillögu að Andri Óttarsson er framkvæmdastjóri flokksins. Það er 1,5 ár síðan. Hvað hefur hann gert? Hann fór með okkur í gegnum einhvern glæsilegasta landsfund sögunar og í gegnum mjög vel heppnaða kosningabaráttu á síðasta ári. Og hann naut náttúrulega góð stuðnings frá Kjartani Gunnarsinni sem vann með honum fyrstu 3 mánuðina, þeir voru þarna saman og hefur gert síðan. Kjartan hefur verið okkur ótrúlega mikill haukur í hornið allan þennan tíma. Og ég veit ekki hvað fólk hefur upp á þetta að andra að klaga, en auðvitað verð ég að hafa framkvæmdastjóra sem ég treysti. En þetta er svona það sem fólk er svolítið að tala um í flokki. Já, fólk hefur gaman af einhverju svona röfli, en ef fólk hugsa máli, ég sá í einhverju blaði mér að segja á Ragnheiður, vinkona mín, Árnadóttir, sem var aðstofamaður minn, það væri partur af þessu klani, eins og hún væri nú orðin dóttir mín, að hún er orðin þingmaður. Hvernig gerist það? Hún fór í prófkjör og kom stað. Og verður að finna sér eitthvað mikilvægara til að hafa áhyggjur af fyrst mér heldur við þetta. Þú ætlar að fara að tala við verkalýðshreyfinguna í að sleppa þér úr þessum þætti. Það var að tala nú við þig í dag. Já, þakka kærlega. Við fáum hérna Stefán Hafstein rétt á þetta.